Í þessu dæmi ætlum við að finna flatarmál svæðis sem að afmarkast af tveimur ferlum. Við erum hérna með þekkjumreglu sem að segir að við erum með tvo ferla í hnetakerfi, segjum að þessi ferill hér sé F og einhver annar ferill hér sé G og við ætlum að finna flatarmál einhvers svæði sem að afmarkast af F og G og línunum x-játt og A og x-játt og B, að þá samkvæmt þessari skilgreiningu flatarmál svæðisins sem að þarna afmarkast þá heildið frá A til B af fallinu F mínus G dx. Nú við skulum beita þessari reglu á fallið okkar. Við segjum þá að flatarmál þessa svæðis sé þá heildið frá 0 til 2 vegna þess að þetta skeiðasvæði markast af ferlum fallanna tveggja og í-ás sem x-játt 0 og línunni x-játt 2. Efra fallið sem að liggur ofar á þessu bili 4e í veldinu mínus 0,5x, þannig að við segjum þá hér 4e í veldinu mínus 0,5x og neðra fallið þá 2x mínus x-jöru dx. Við erum sérstaklega með þessi tvö föll, við erum með efra fallið sem þetta hér, 4e í veldinu mínus 0,5x eða 4e í veldinu mínus halvt-x og neðra fallið sem 2x mínus x í öðru. Við skulum nú reikna úr þessu. Við finnum stoppfallið af þessu hérna. Stoppfallið af 4e í veldinu mínus 0,5x þá 4 sinnum e í veldinu mínus 0,5x deilt með mínus 0,5 mínus heildið af 2x 2x í öðru deilt með 2 og heildið af x í öðru x í þriðja deilt með 3 og þetta ætlum við að finna frá 0 til 2. Ok, við skulum einfalda þetta lítillega áður en við höldum áfram. Við erum hérna með 4e í veldinu halvt-x mínus halvt-x deilt með 0,5. Að deila með mínus 0,5 eins og sama að margfalda með mínus 2, þannig að við fáum hérna mínus 8e í veldinu mínus halvt-x mínus 2x í öðru deilt með 2 bara 2x í öðru, nei, bara x í öðru bara x í öðru og svo fáum við mínus x í þriðja deilt með 3, það verður þá pluss x í þriðja deilt með 3 og þetta ætlum við að reikna frá 0 til 2. Við byrjum að setja 2 inn og þá fáum við mínus 8e í veldinu mínus 2 aðrir sem þá mínus 1. Og setjum 2 í staðinn fyrir x-ið, þá var það mínus 2 í öðru sem það mínus 4 og svo pluss x í þriðja ef við setjum 2 inn í x í þriðja og 2 í þriðja, það 8 sem 8 þriðju og svo kemur mínus. Við setjum 0 í staðinn fyrir x-ið og fáum hérna e í veldinu 0 deilt með 2 sem að gefa okkur e í 0. veldi og e í 0. veldi 1 einu sinni
mínus 8 er bara mínus 8. Nú svo ef við setjum 0 inn í liðina x í öðru og x í þriðja deild með 3, þá fáum við bara 0. Þannig að við erum komið þá með hérna, ef við tökum þetta saman, þá fáum við hérna 4 mínus 4. Já, þetta var náttúrulega, sjáum við setjum 0 í staðan fyrir hérna í 8 í 0, og fáum 8 í 0, þá erum við með mínus 8 fáum við til mínus 8 og mínus 8 verður náttúrulega plus 8, þannig að þetta verður þarna smá rugl. Við fáum plus 8 og þá erum við hérna með 8 mínus 4, það eru 4 og það eru þá 12 plus 8, þetta eru 23. Mínus 8 í mínus 1 sem að því náttúrulega bara mínus 8 á móti og plus 23 og það mun vera það biljaft og 3,72. Þannig að við fáum að þetta flatarmál er það bil 3,72 flatareiningar. Og segjum þá hérna flatarmálið er 3,72 flatareiningar. Nú við getum notað GeoGebra til að reikna þetta nákvæmlega fyrir okkur. Hvað er hérna GeoGebra? Hérna hef ég teiknað þessi sömu föll inn í þetta kerfi og afmarkaði hérna svæðið, hef teiknað líka línuna x jaft og 2 og ég ætla að finna einfallega heildið á milli þessara tveggja ferla og ég byrja að smelli hérna í inntaksreitin og byrja því að skrifa hérna heildi og ég ætla að finna hérna, velja þetta neðsta hérna, heildi milli og það er þá heildi milli tveggja falla. Fyrst er ég með fallið f, efra fallið hjá mér heitir f, þar sé 4 veldin mínus hálfdags er f fallið, neðra fallið er g fallið, heitir hjá mér g af x er 2x minus x í öðru, og þá setjum við hérna g og upphafsgildin eru þá x jaft og 0 annars vegar og setna x-gildið er 2 og ég íti nú bara á enter og fæði þá hér þetta skeiða svæði og sé að heildið D er í 3,72 sem að passa nákvæmlega við það sem við reiknuðum sjálf í dæminu.